Við erum með biblíulestra eins og hann sagði hérna á fimmtudagskvöldum og á síðasta sunnudag þá tengdi ég að því efni og í dag ætla ég líka að tengja efnið síðasta biblíulestri. Og hann var að við erum að vaxa, að við erum kölluð til þess að vaxa og sumir halda að kristindómurinn hann sé bara ein ákvörðun og síðan gerist ekkert meir. En kristindómurinn byrjun á nýju lífi. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að vita það að kristindómurinn bara, þegar við tökum á móti Jesú, þá erum við að byrja nýtt líf. Og sumir hafa sagt við mig að Guð hefur aldrei kallað mig og aðrir segja að ég hef aldrei fundið Guð, en ég hef hitt fólk sem Guð hefur fundið. Guð hefur tekið að, þeir voru ekki að leita Guðs eða þau, en Guð rétt út hendurnar á móti þeim og sem sagt fann þau. Og Biblían segir að Guð hafi kallað okkur til samfélags við Jesúm Krist. Við sungum himnanna ríki, við biðjum komi ríki þitt. Þegar við biðjum komi ríki þitt, þá erum við að tala að við lifum í öðru ríki, við lifum í ríki Guðs. Og það hérna á jörðinni, alveg eins og ríki í raun og veru heimsins. Þú getur lifað í tveimur heimum hér. Þegar þú tekur á móti Jesú Kristi sem frelsara þínum, þá gerist það að augu þín opnast og þú sér Guðs ríkið í fyrsta skipti. Jesús Kristus sagði við Nikodémus, sem var ráðsherra, hann sagði það getur enginn séð Guðs ríki nema hann fái í raun og veru Guðs glerugu eða Guðs anda, vegna þess að það annar andi í Guðs ríkinu heldur en í heims ríkinu. Og eftir að við komum inn í þetta Guðs ríki, þá byrjum við að lúta þeim lögum og lögmálum sem í Guðs ríkinu. Við byrjum sem börn, síðan byrjum við að vaxa upp sem nýtir þegnar í þessu nýja ríki sem að hann hefur kallað okkur inn í. Og þetta það sem að mörgum finnst mjög skrítið og mörgum finnst mjög einkennilegt að við getum lifað í tveimur heimum hér. En málið það að það sem að Guð hefur gert, allt sem að hann hefur gert og hvernig hann fæst við manninn, að hann hefur ekki gert allt þannig að við getum skilið það. Hann hefur gert margt þannig að við verðum bara að taka við því í trú. Ef þú ætlar að rökræða við heilandinn það hvort að Guð sé til, eða Guð sé ekki til, eða hvort að þetta sé svona, eða hinsegin, þá ekki víst að þú komist að niðurstöðu. Vegna þess að Guð, hann sagði að ef þú vilt fylgja mér, og ef þú vilt í raun og veru vera minn, þá verður að trúa. Án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Ég sagði ykkur frá myndbandi sem ég horfði á síðasta sunnudag, held ég, og við ætlum að sýna það hérna bráðum. Þar sem 4 prófessorar, eðlisfræði, efnafræði í bandarískum háskóla, skólinn kennir þróun, að þeir eru, eins og við segjum á góðri íslensku, með ensku slettu, konfrontaðir af bara predikara, einföldum predikara, sem biður þá bara eitt dæmi að tegundir hafi breyst. Að tegundin hafi breyst.
og þeir geti þá sýnt honum að þróunarkenning Darwins standist. Og það mjög athyglisvert að horfa á þetta myndband vegna þess að sá fyrsti hans svarar, já, ég get gefið 1000 dæmi. 1000 dæma. Ég var bara að biðja eitt, sagði þessi vesali predikari. Ég var bara að biðja eitt. Já, prófessorinn, predikarinn var bara að biðja eitt dæmi. Já. Predikarinn var bara að biðja eitt dæmi. Prófessorinn sagðist geta gefið honum 1000. En ég bara biðja eitt. En þá rak hinn í vörðurnar og hann gat ekki gefið eitt. Þá voru 4 prófessorar í þessari mynd sem að enginn gat gefið dæmi breytingu tegundar, og hvað á ég með breytingu tegundar? Það það að api hafi breyst í mann, eða að hvalur hafi breyst í fisk, eða að fiskur hafi breyst í fugl, hundur hafi breyst í kött. Þeir gátu gefið 2 skýringar á að baktería hefði breyst í öðruvísi bakteríu, en hún var ennþá baktería. Fugl hafði aðeins tekið breytingum, en hann var ennþá fugl. Þannig að þróunarkenningin, hún byggir á því að breyting hafi orðið á tegundunum. Biblían kennir okkur að hann skapaði hverja tegund eftir sinni mynd. Þannig að í þessu ríki sem ég að tala að þar gilda þessi lögmál að Guð skaparinn og að við tökum við því í trú. En það sem ég að segja með þessu að ef þú ætlar að taka við þróunarkenningu Darwins, þá verður líka að taka við henni í trú. Vegna þess að hún ekki sönnuð. Hún langt frá því að vera sönnuð. Menn segja við mig í dag að þessi bók sé ekki sönnuð. Þú getur kannski ekki sannað allt sem stendur í henni, en bókin samt söguleg staðreynd sem byggir á atburðum sem hafa gerst á síðustu 6000 árum. Og þú getur sem sagt að bókin sögulega, að minnstakosti aftur fyrir Jesúm Krist, að þá stenst bókin sögulega, hún sagnfræðilega rétt. Jesús Kristur var til. Við getum deilt það, hvort hann reis upp frá dauðum, eða hvort hann var bara venjulegu maður, en við deilum ekki að Jesús Kristur hafi verið til. Og það sem hryggir mig að unga kynslóðin okkar að heyra að þetta sé bara allt tómt bull. Og unga kynslóðin okkar veit ekki að Biblían sögulega staðfest. Og það verið að snúa út úr fyrir þeim og jafnvel taka biblíuteksta, snúa þeim á netinu og þau trúa því. Þess vegna það að rödd okkar þarf að heyrast. En mér langar aðeins að koma inn á það sem að við töluðum á föstudaginn, það var kall til að vaxa og við lásum að Jesús hann þroskaðist og það var Páll postuli, hann gerði þá kröfu að kristnir menn hætti að vera börn. Kærleikur sama á að lúffa? Við heyrum það stundum í dag að ef við ekki lúffum, þá séum við ekki kærleika. Lúffa, það þýðir að gefa eftir. Það þýðir að ef að þú segir mér að ég sé rangur, þá bara gef ég eftir og ég stend ekki á minni samfæringu af því að það ekki kærleikur. Kærleikur, hann leyfir mér að hafa mína samfæringu. Ég get elskað þig þó að þú hafir allt aðra samfæringu. Og við þurfum sem kristnir menn, við þurfum að vaxa upp og meta rétt hvað drottni þóknast. Ég held að í kristna heiminum að þá hafi margir hér á Íslandi viljað halda aftur af Snorra Óskarsinni þegar hann fór í mál við Akureyrarbæ og segja að þetta var ekki kærleikur. En
Málið hefur verið tekið fyrir og hann hefur líka málfrelsi. Hæstiréttur dæmdi það að hann hefði rétt til að segja sína skoðun. En þeir sem voru andstæðingar hans, þeir sögðu að þessi skoðun væri ekki kærleikur. Við getum deilt það, en Hæstiréttur sagði að hann hefði rétt á að segja sína skoðun. Hvað haldið að séu margir kristnir sem eru hræddir við að segja sína skoðun í dag, af því að þeir fá þetta á sig, þú ert ekki í kærleikanum, þú elskar ekki. Þess vegna þurfum við að vaxa upp og við þurfum að meta rétt hvað Drottni þóknast. Við vitum innan í hjartan okkar hvort við erum í kærleika eða ekki. Ég veit, ef ég svara þér með þjósti, ég veit vel hvort að ég er í kærleika eða ekki. Ég veit það. Allavega, ég veit ekki hvort þú veist það, en ég veit vegna þess að ég geri mig grein fyrir því, ef ég segi eitthvað sem ekki er í kærleika, jafnvel þó að sé rétt, ég þarf að segja hlutin í kærleika, ef hann er réttur, þá þarf við eigum að tala sannleikan í kærleika. Og við þurfum að vaxa upp og tala sannleikan í kærleika. Við fórum í gegnum það á 5. daginn að andlegu vöxtur, hann er ekki háður tíma, hann er háður hlýðni. Ef þú hlýðir Guði, þá muntu vaxa. Þannig að í þessu nýja ríki sem við komum inn í, að þá er ekki árafjöldin sem skiptir máli, heldur skiptir það máli hvernig þú bregst við lögmálunum í nýja ríkinu. Jesús sagði, sá sem elskar mig, hann heldur boð mín. Eru þá bara boð og bönn í nýja ríkinu? Nei, nýja ríkið er eins og heimili, þar sem Guð faðir er konungurinn og faðir okkar og við byrjum að eiga samfélag við hann. Og eins og heimili að þar er kærleikur og þar er elskan yfir ráðandi, en við lærum samt að halda boð pappa og mömmu af því að við elskum þau. Og það er lögmál nýja ríkisins að við elskum Guð og við elskum hvert annað. Og þannig vöxum við þegar við hlýðum boðum hans. En það sem ég langaði að lesa í dag, það eru hérna nokkrar ritningar í sambandi við að vaxa andlega og það eru svo margir sem rugla saman. Þeir segja ef einhver maður kemur og hann getur predikað hátt, hann hefur svona kraftaverk og hann hefur svona, hann hefur stóran söfnuð, þá er hann voðalega andlegur. Ég man eftir sögunum predikana sem kom og hann predikaði fyrir miklum fjölda og svo komu konurnar til eiginkonunnar á eftir og sagði, það hlýtur að vera yndislegt að eiga svona mann. Vitið hverju konan svaraði? Þið ættu að prófa að búa með hann. Er það góður vitnisburður? Mér er alveg sama hvað hann var góður talari, hvað hann var góður ræðumaður og hvað margir fengu gæsahúð. Ef að þetta var vitnisburður eiginkonans, að það var allt sem ég þurfti að vita. Og það er það sem ég vil vita kristið fólk, hver er ávöxturinn í lífi þeirra. Við þurfum að vaxa upp. Guð er að kalla okkur til að vaxa og bera ávöxt. Þetta snýst ekki okkur, þetta snýst að vera vitnisburður fyrir hann. Þetta snýst að bera honum vitni. Fólk er svo ofta að segja, náð Guðs, þið náð Guðs, ég má lifa eins og ég vill, ég er undir náð. Nei, þú átt að bera honum, konungi þinni og fjölskyldu þinni vitni. Þú átt að sýna hver þú ert. Þú átt að sýna að þú ert Guðs barn. Þú ert hér, Jesús sagði, þér munu verða vottar mínir, vitnisburður minn. Þannig að ég tók umræðinu í gærkvöldi það hvernig trúin er, sjáðu til, trúin, sem sagt kristin trú, hún byggir ekki alltaf á því, við getum ekki alltaf dæmt kristna trú eftir því hvernig kristnir hegða sér. Við dæmum kristna trú eftir því hvað Biblían segir, hver er kenning Biblíunar,
Jesús Kristus sagði, nýtt boð gef ég yður að þér elskið hver annan. Það er grunnurinn. Það er grunnurinn. Ef við förum í Íslam, þá færðu svolítið aðra kenningu. Þannig við getum ekki dæmt kenninguna eða kristna trú, við getum ekki dæmt það eftir hinum kristnu, við getum heldur ekki dæmt Íslam eftir Múhameðs trúar mönnum. Vegna þess að við þurfum að líta á hvað segir kenningin, hver er formúlan, hver er uppskriftin. Ef að ein trúin segir þú átt að elska náungan eins og sjálfan þig, önnur segir að þú þarft að útrýma náunga þínum, þó svo að við höfum friðsama múslima. Ef að þetta er kenningin, þá verðum við að dæma eftir því sem bókin segir. Og sem betur fer, hegða ekki allir múslimar sér eftir bókinni. Þeir breyta ekki eftir bókinni. Það eru aðeins fáir. En við þurfum að vaxa í honum eins og við sögðum, hann á að vaxa og ég á að minnka. Hann á að vaxa, ég á að minnka. Það sagði Jóhannes skýrari. Í Efesusbréfinu, 4. kafla og 11. vers til 14. vers, þá segir frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Frá honum er svo gjöf komin að sumir eru þetta. Þannig að þetta er frá Guði. Ef við trúum á Guð, þá verðum við að taka við þessu að þetta er frá honum komið, að sumir eru trúboðar, sumir eru postular. Já, en Guð, af hverju gerir þú þetta ekki bara sjálfur? Það væri svo miklu betra, þá trúir fólk. Nei, Guð, hann sendir menn til manna. Alveg svo bankastjóri sendir mann til manns, ég menn hann fer ekki sjálfur. Eða forseti, hann fer ekki. Guð notar menn og Guð hefur búið sér til ákveði skipulag. Það eru postular, spámenn, trúboðar, hirðar og kennarar. Og við heyrðum í trúboðarum hérna áðan. Að hann vill að þetta vinni allt saman. Hann vill að þetta verði allt ein heild. Og síðan segir hann, þeir eiga fullkomna eina heilugu, láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til að verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Þangað til að verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Það er tilgangurinn með postulum, spámunum, trúboðum, hirðum og kennurum að kirkjan verði einhuga, ekki tvíhuga, ekki þríhuga, ekki fjórhuga, heldur einhuga í hverju, einhuga í trúnni og þekkingunni. Ok, erum við þar? Við erum að reyna að vaxa í því. Við höfum alls konar uppákomur, við höfum alls konar skoðanir, alls konar, ég veit ekki hvað, í kirkju Jesú Krist, en hérna sjáum við að Guð hefur gefið okkur ákveðna gjafir til hvers? Til þess að við verðum einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Sumir predika Krist svona, aðri predika hann svona. Jesús myndi aldrei gera þetta. Jesús myndi aldrei tala á móti þessu, segir fólk. Af hverju? Af því að það er ekki hugmynd um hver Jesús er, það verður aldrei kynnst honum. Það veit ekki hvað hann sagði, hvað hann gerði. En sjáðu, ef þú þekkir Krist, að þá geturðu predikað hann. Láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar, þangað til verðum allir einhuga í trúnni, þekkingun á syni Guðs, verðum fullþroska, náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Við náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Og ég var að hugsa um þetta orð vaxtar, það þýðir að einhver verður bara fullþroska í Kristi. Og ég þekki fáa þannig. Páll, hann meiri segja, hann sagði ég keppi að markinu. Það er ekki þannig að ég hafi náð því, ég keppi að markinu að ég fái höndlað Krist. Hann vildi vera eitt með Jesú Kristi. Nú, hvernig vöxum við í Kristi? Sjáum til, við vöxum sem einstaklingar en við vöxum í og á líkamanum.
það er þessi, ef við lesum Rómverjabréfið 12:5, 12:5, eins erum við þótt margir séum einn líkami Kristi en hver sig annars limur. Eins erum við þótt margir séum einn líkami Kristi en hver sig annars limur. Það er alveg hræðilegt ef ég þarf að nota Bergþóru sem fót og hún er sofandi heima. Eða ég þarf að nota Bergstein sem hendi og hann er einhvers staðar allt annars staðar. Eða Dísu til að klippa mig og hún er ekki þar. Sjáðu til, við erum hvert annars limir, segir Biblían, og ég hitti ungan mann þarna úti að hann var pastor fyrir 3 kirkjum en hann var með lömunarveiki. Og hann þurfti eiginlega, einn fóturinn hans, hann var svona annar fóturinn, hér nótæfur. En það sem mér fannst svo yndislegt, og ég var að hugsa þetta í gær, að líkami hans dró fótinn áfram. Líkaminn hjálpaði fætinum. Fóturinn fekk að fylgja með hvert sem hann fór. Fóturinn var veikur, en hann fekk styrk frá líkamanum til þess að halda áfram. Og þó að fóturinn væri veikur, þá bar líkaminn umhyggju fyrir honum. Og þessi maður, hann fór upp í fjöllina, hann lét þetta ekki stoppa sig. Hann var í volleybolta, volleybolt eða hvað það heitir? Blak, takk fyrir. Blak, og hann var góður í blaki. Og hann notfærði sér í raun og veru, af því hann vissi hver veikleiki hans var, þá tók hann sér þá stöðu þar sem að hann kom best að notum þrátt fyrir veikleika sinn. Og hann skoraði mörg, segir maður skori mörg eða stig eða hvað það er. Hann stóð upp við netið og hann hoppaði á rétta fætinum og þegar boltinn kom yfir þá sló hann oft niður. Þannig að hann var stórkostlegur. Og þetta talaði til mín, líkaminn hjálpaði honum áfram. Við erum líkaminn, við erum hver annars limir og þegar við hugsið ykkur ef við tækjum bara lítið barn og tækjum það í búta og ætluðum að láta það vaksa þannig, það virkar ekki. Barnið verður að vera, fyrirgefiði, þetta er óhugnanleg mynd, en fyrirgefiði að barnið þarf að fá að vera líkami eins og það fæðist. Og það sem myndin sem Páll er að gefa okkur hérna, hann er að segja okkur að kirkjan sé þessi líkami, við séum hver annars limir og þannig vöxum við. Og það er eitt svolítið athyglisvert við þetta að við tölum stundum smurningu. Við höfum smurningu í bílvélum. Við höfum líka smurningu, konungar voru smurð, það var hellt olía yfir þá. Þeir voru smurðir. Og þegar þeir voru konungar, þá voru þeir smurðir. Og það er talað að Jesús Kristur, drottinn okkar, hann hafi verið smurður. Hann hafi verið smurður heilögum anda. Og nú erum við hluti af hans líkama, hann er höfuðið, við erum líkaminn. Í Sálmi 133 stórkostlega falleg mynd af Aron æðstapresti og það er sagt að smurningin, þegar hann var smurður, að þá lag smurningin í skeggið hans og síðan lag hún niður á skikkjuna hans og alveg niður, þannig að smurningin huldi Aron allan. Og Aron er mynd af Jesú Kristi og Sálmurinn segir síðan 133, þar sem þetta gerist, þar hefur Guð boðið út blessun að eilífu. Þar hefur Guð boðið út blessun sinni að eilífu. Þá sjáum við að það er Jesús Kristur, það er hann sem er smurður. Ef að við tökum stöðu okkar á líkamanum, þá erum við líka undir smurningunni. Það gerist bara þannig. Það er ekkert sem heitir að vera smurður fyrir utan líkama Krists. Það er bara að þú ert hluti af líkama og þá flæðir smurningin niður. Og það er líka þessi leiðilegi kall við hliðina á þér, hann er líka smurður
ég meina sá sem er limur á líkamanum líka og skrýtna kellingin þar fyrir utan, hún er líka smurð af því að þetta kemur frá höfðinu, það er Jesús sem er smurður, það er höfuðið, það flæðir niður. Og þegar við tökum stöðu okkar, að þá eiginlega gerist þetta bara. Og það er þannig sem við eigum að vaxa, við vöxum hvert með öðru. Sumir halda það að ef þeir hitti einhvern ægilega smurðan guðsmann, að það geti hjálpað þeim að vaxa. Það er bara ekki þannig. Ef að þú ert hluti á líkama, að þá verðuru að vera á líkamanum þar sem Guð setur þig. Þetta var svona í Korintu, ef þið lesið annað Korintubréf 11. kafla, að þá var Páll, hann var svona litli kallinn hjá þeim, hann hafði leitt á til trúar, hann hafði kennt þeim, hann hafði fætt á, hann var pabbi þeirra í trúnni, en svo komu þarna þessir stórkostlegu predikarar frá Asíu eða hvað þeir komu og þeir voru svo klárir að Korintumenn, þeir sögðu, ef við bara getum kynst þessum gæjum, að þá verður okkar smurning miklu meiri. En Páll, hann segir við þá, þetta virkar ekki svona. Þó þið hafið marga predikara, þá hafið þið bara einn föður. Og ég hef fætt ykkur fram. Og ef þið viljið vaksa, að þá vaksið þið bara þar sem Guð hefur sett ykkur á líkamann. Þið verðið að taka ykkar stöðu að þið ætlið að vaksa, annars vaksið ekki neitt. Skiptir ekki máli þó þið þekki frægamannin. Vitið það, ég hef kynnst svo mörgum kristnum sem hafa haft þessa afstöðu. Ég man að það var einu sinni drengur í krísu og hann sagði mig, ég er búinn að tala við þennan, hann nefndi 3 fræga predikara. Hann var ennþá í krísu mörgum árum seinna, sömu krísunni. Þetta hjálpaði honum ekki nákvæmlega ekki neitt. En hann vildi ekki koma í raun og veru og taka sína stöðu á líkamanum eins og ég rálaði honum. En ég var ekki frægur. Kannski pappans í trúnni, en ekki nógu frægur, ekki nógu þekktur að hann gæti tekið við ráði frá mér. En svona er það oft að, sjáðu, ef við ætlum að vaksa, þá vöxum við ef við erum á þeim stað sem við eigum að vera, þar sem Guð hefur sett okkur, þar sem að við tökum ábyrgð, þar fáum við vald. Og já, til þess eru postular, hirðar, spámenn og kennarar. Og í Efesusbréfinu, þegar við lesum áfram, þá sjáum við að það er hann sem tengir líkamar saman. Og þar til við verðum öll einhug í trúnni, þýðir í rauninni það að við verðum með sama hugafari og Jesús Kristur. Ég lít alltaf fyrst á sjálfa mig. Svo get ég litið á þig. Ég lít fyrst á sjálfa mig, ég dæmi fyrst sjálfa mig, síðan get ég leiðrétt þig. Ef þú leiðréttir ekki sjálfa þig, þá getur þú ekki leiðrétt aðra. Og virðing er einn hlutur sem við þurfum að sýna hvert öðru, sama hvaða stöðu við höfum í líkamanum, við þurfum að sýna hvert öðru virðingu. Við þurfum að stundum að bíða eftir sumum hlutum líkamans. Í Rómarbréfinu 12, 10. vers segir, sýni hver öðrum bróðurkærleika, ástúð og hver yðar verði fyrri til að veita öðrum virðing. Virðing er eitthvað sem að virðist vera svona, já, jafnvel tapað í dag. Það var þekktur biblíuskólastjóri sem, ég lesa bók eftir hann og hann segir, við vorum öll saman í hópi eitt kvöldið og ég var að segja sögur og það er ungu maður sem situr næstur mér og síðan kemur eldri kona og ég segi unga mannin, stattu upp fyrir henni Júlíu. Og hann segir, nei, ég kom hérna fyrst. Það skiptir ekki máli, hún er eldri kona og þú stendur upp fyrir henni til að sýna virðingu. Og málið var það að þessi ungi maður, hann sagði þetta var einn af bestu nemendunum í skólunum, en hann hafði bara ekki fengið þetta uppeldi að honum bæri að sýna virðingu.
og ég sá reynda mjög sniðugt myndband á Facebook í gær, þar sem að kemur ófrísk kona inn í strætisvagn og það ungur maður og hún biður hann að standa upp. Og hann segir bara nei, hún biður hann aftur og hann segir nei. Og það hermaður, eldri hermaður fyrir hérna framan þennan unga mann. Hann heyrir, stendur upp og býður inn í sæti og sest ofan á unga manni. Mér fannst það svo fyndið. Hann settist ofan á hann. En málið er það að unga kynslóðin okkar, sem betur fer, það eru sumir sem vita hvað virðing en við sýnum virðing þeim sem virðing ber og við reyndar eigum að umgangast alla menn af virðingu. Og ef við ætlum að tilheyra kirkju, að þá þurfum við að vita að við getum sýnt fólki virðingu. Í versi 9 segir: Elskan sé flærðalaus, hafið anstið á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Og þegar við segjum að elskan sé flærðalaus, þá þýðir það að við í raun og veru tölum við hvert annað en ekki hvert annað. Það er ekki gott að tala við hvert annað en ekki hvert annað. Þá er elskan flærðalaus. Tölum við hvert annað en ekki hvert annað. Og það sem við segjum hvert annað, ef við þurfum að gera það, að þá eru það hlutir sem við getum sagt við hvert annað. Nú, ég er líka segur. Ég heldur sem öll seg þar. Stundur segjum við hluti hvert annað sem við viljum ekki segja við hvert annað. En það er að elskan sé flærðarlaus. Hafið anstið á hinu vonda en haldið fast við góða, sýni hver öðrum bróðurkærleika, ástúð og verið hverið að fyrri til að veita öðrum virðing. Og stundum þurfum við að bíða eftir hvert öðru. Sjáðu til, það eru svona oft hlutir sem að af því að við erum að vaksa, að ég er ekki þar ennþá, þú bara að bíða eftir mér, þú að hjálpa mér. Ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta og þá verður bara að hjálpa mér. Stundum viljum við bara útiloka, en við erum að hjálpa hvert öðru. Hjálpa hvert öðru að vaksa. Eða ekki? Við hjálpum hvert öðru. Ef við ætlum að vaksa sem líkami, þá getum við ekki endalaust bara höggvið af, tjopp, þessi er ekki nógu góður, burt með það. Við þurfum að hjálpa hvert öðru að vaksa, sýna langlindi, umburðarlyndi, kærleika. Og ef elskan er flærðarlaus, þá getum við talað hvert við annað. Þá óttumst við ekki hvert annað. Við þurfum ekki að vera hrædd við hvert annað. Við getum sagt hvert öðru hvað okkur finnst, ekki til að brjóta okkur niður, heldur til þess að uppörva okkur. Stundum verður okkur á að gera þetta öfugt. Mér hefur orðið það á að maður svona, ætlar að laga hlutina með þjósti og hasti, en það gerist ekki þannig, við þurfum að tala sannleikan í kærleika. Þannig að við vöxum saman. Og það var eitt vers, ég var að hugsa þetta, í Jakobsbréfinu, það kom til mín í morgun, ég ætla að lesa það fyrir ykkur, að það segir, það er næst síðasta versi í Jakobsbréfinu, 5. kafli, 19. vers. Bræður mínir, ef einhver yðar villist frá sannleikanum, einhver snýr honum aftur, stundum finnst okkur við ekki vera alveg í sannleikanum eða að svona, við erum ekki alveg vissum að þú sért að gera rétt eða ég sé að gera rétt. Ég er alveg vissum að sunnudagurinn er minn dagur, sko. Það er dagur drottins. Og nú horfum ég bara í hina áttina, ég horfum ekki á neitt. En sjáðu, sumir er ekki alveg samfærir það. En sjáðu, við eigum að geta rætt þessar hluti án þess að fara í fílu eða verða reið. Við eigum að geta sagt, já, þetta er svona og þetta er svona. Hér segir bræður mínir, ef einhver yðar
villist frá sannleikanum og einhver snýr honum aftur, þá viti hann að hver sem snýr syndara frá villu vegar hans mun frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Þannig að við þurfum að tala inn í líf hvers annars og það þannig til þess líkaminn að við getum, þá verður hann heilbrigður og þá vex hann þegar hann fær leiðréttingu og hann fær uppörfun og hvatningu og hann fær virðingu. Þá ég tala að við öll sýnum hvert öðru virðingu, við elskum hvert annað og við ætlum að vaxa saman. Í fyrra Pétursbréfi segir 4:8, mér finnst það líka gott vers. Fyrra Pétursbréf 4:8. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda. Kærleikur hylur fjölda synda. Amen. Kærleikur hylur fjölda synda. Þýðir það að við getum bara að syngja það því við elskum hvert annan? Nei, það er ekki verið að tala um það. Það er ekki verið að tala um það. Það er ekki verið að tala um það. En við getum stundum breytt yfir og elskað og umvafið. Í Korintubréfinu 12:18 segir nú hefur Guð sett hvern einstakan lim á líkamann eins og honum þóknaðist. Þannig að það er Guð sem setti þig þar sem þú ert og hafa hann sett einhvern óþægilega við hliðina á þér að þá verður bara sagt að þið við það. Frægi maðurinn getur ekki hjálpað þér. Páll sagði þið eru hérna, ég hef fætt ykkur, ég er pabbi ykkar og ég hef sagt ykkur sannleikann. Það getur vel verið að ég ekki eins flott jakkaföt og þessi eða hinn, en ég hef alla þekkingu sem þið þurfið, sagði Páll við Korintumenn. Og við vorum að tala á fimmtudaginn í kennslunni, þetta er ekki alveg sama kennsla, að þegar við vökvum, og ég sagði, kona mín getur sagt ykkur það, að ég kann að drepa blóm þegar ég vökva það. Þegar við vökvum blóm, þá skiptir máli hvað við vökvum mikið. Það skiptir líka máli á hvaða tíma við vökvum. Og það sem skiptir máli í ríki Guðs, þessu ríki sem við erum að tala um, þegar fólk byrjar að vaxa, að Páll, hann líkir kennslunni við vökvun. Í fyrra Korintubréfi 3, þá segir hann, ég gróðursetti, Apollos vökvaði. Þá skiptir máli hversu oft er vökvað, það skiptir máli hversu mikið er vökvað. Og ég sagði að sumir kristnir, þeir halda að þeir geti fengið vökvun sína á Lindinu og Omega eða Gospel Channel eða einhverjum stöðum og ekki þurft að tilheyra neinum líkama. En vitið það að þó þetta sé Guðs orð sem er boðað, að þá getur það stundum verið þér til skaða af því að þú ert ekki að fá rétta fæðu á réttum tíma. Og hvernig getur þú sagt þetta Guðs orð skaði mig? Páll, hann talaði oft um það að þeir gætu ekki hlusta á það sem hann hefði að segja þeim af því að þeir hefði ekki þroska til þess. Jesús talaði líka um það að þeir gætu ekki tekið við því sem hann þyrfti að segja þeim af því að þeir hefði ekki þroska til þess. Settu 7 ára gutta kannski í háskólan og farið að útskýra fyrir honum flóknar formúlur. Nei, láttu hann læra undirstöðuna fyrst. Og þetta er alveg sama í Guðs ríkinu og það, ef við ætlum að vaxa, að þá þurfum við að vera hluti af líkama þar sem Guð hefur sett okkur, sama hvað það er leiðinlegt, sama hvað það er gott, sama hvað það er spennandi, sama hvað það er lítið spennandi. Ef þú ert hluti að þá, köllin eru þau, þú ert kallaður til að vera með Kristi og þú byrjar að vaxa með honum, þú byrjar að þjóna honum í samfélaginu og síðan ertu kallaður líka til að fara.
En af því að þú færst þennan grunn, að þú lærðir að meta rétt það sem Guði þóknast, að þá kemur sá tími að Guð kannski kallar þig til að fara. Og það snýst þessi kennsla. En okkur sagt að gera köllun okkar og útvalningu vissa í öðru Pétursbréfi, 1. kafla og 10. versi, og mér langar bara að enda á því að spurja, ertu að vinna að því að gera köllun þína og útvalningu vissa? Er þetta brennandi í huga þínum á hverjum degi? Já, ég þarf að gera köllun mín og útvalningu vissa. Guð, hann vil nota mig. Er ég sem sagt, að hugsa þetta? Eða er ég svo upptekinn af öðru, lífinu, áhyggjunum, fyrir lífinu, skuldunum, bílnum mínum eða öllu þessu, að ég hef enga hugsun á því hvað Guð vill fyrir lífið mitt. Það segir á einu stað, hugsuðum það sem hið efra. Og það er búið að vera ritning sem hefur setið fast í mér á hverjum morgni. Og þegar ég geng stofuna mína, þá segi við Jesú, nú ætla ég að koma hérna upp og ganga með þér, Jesús. Og ég ætla að fara og kíkja á grænugrundirnar, svo löpum við saman af vötnunum, af því að hann leiði mig. Og ég ætla að sjá hvað þú hefur fyrir mig. Og ég trúi því að Jesús, þegar við leitum hans á þann hátt, það er alveg sama hvað við erum gömul, hvað við erum búin að ganga lengi með drottni, við þurfum að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Vegna stundu þurfum við að leiðrétta, stundu þurfum við að koma aftur og segja, já drottin, ég vil koma aftur inn á sama stað, inn á réttu stefnuna. Amen. Þannig að við erum kölluð til að vaksa og við erum kölluð til að vera einhuga í trúnni og við erum kölluð til þess að hjálpa hvert öðru að vaksa í kærleika. Amen. Drottinn minn og Guð minn, ég vil bara þakka þér fyrir það að þú ert hér í dag og ég vil þakka þér, Drottinn, fyrir það að við mögum tala orðið þitt í kærleika og Drottinn, þú vilt vitja okkar. Þakka þér fyrir að Drottinn, að hönd þín yfir þessu samfélagi. Drottinn, við erum mörg ólík og Drottinn, þú þekkir okkur eitt og sérhvert. Þú elskar okkur öll eins og við erum og Faðir, ég bið að snerta við einum og sérhverjum. Og þakka þér fyrir það sem þú ert að gera á meðal okkar, Drottinn. Þakka þér fyrir það, Drottinn, að við erum að vaksa og ég þakka þér fyrir að þú ert að, Drottinn, að snerta við okkur í nafni Jesú. Og Drottinn, ég bara vil lofa þig á þessum morgni fyrir að fá að vera hluti af líkama þínum. Þakka þér fyrir öll árin sem við fengið að ganga saman, Jesús. Þakka þér fyrir að samfélagi við þig verður dýrmætara með hverjum deginum. Og Drottinn, ég vil núna biðja fyrir ungu kynslóðinu okkar. Ég vil biðja þig að mæta ungu kynslóðinu og ég vil biðja þig, Drottinn, að bara gefa vitjuna tíma. Drottinn, reistu upp gjafir. Drottinn, við töluðum spámenn, hirða, kennara, postula, reistu postula til að ná til næstu kynslóðar, ó Guð. Drottinn minn, reistu þá upp hér, reistu þá upp á meðal okkar. Drottinn, láttu anda þinn snert okkur á þessum morgni. Láttu anda þinn hræra við okkur á þessum morgni. Drottinn, þú ert góður og við lofum þig fyrir samfélag heilags anda. Og Faðir, ég bara þakka þér fyrir að þú gjörir nýjan hlut á meðal okkar. Í Jesú nafni. Þakka þér fyrir bæjarfélagið okkar. Þakka þér fyrir bæjarstjóran okkar. Drottinn, við blessum sérhverja fjölskyldu í þessum bæ. Og við þökkum þér fyrir sérhverja fjölskyldu. Í nafni Jesú Krist. Amen. Amen. Halleluja.